Kæra þakkir, við ætlum að setja okkur í samband við Flóahreppinn og á línunni er Ragnar Sigurjónsson. Blessar og sæll. Góðan og blessaðan daginn. Hvernig hefur það í dag? Ég hef það ljómandi gott og vissi það nú maður fann að sjá svo mikið fallegu túnin aftur þegar snjórinn er farinn. Ég ætla að segja það er vor í loftinu, sveimir þá. Já, það er ekki hægt að neita því, það er svona 5 stiga hiti og bara við erum fallegt veður og svo náttúrulega líka þeir fuglar sem eru komnir hérna eins og álftin er svona aðeins byrjar að vitja óðala sinna. Já, jú. Nákvæmlega, þetta er virkilega gaman og hérna tjaldurinn er komin til eiga. Svo er sagt, já. Já, hvað trúir því ekki? Það er hann er oft, það er talsveit af fugli sem er staðarfugl bara. Nei, ég verði ekki að skemma þetta fyrir okkur. Nei, ég er ekkert að því, ég er bara að segja staðarindir. Já. Við segjum alltaf það. Já, við viljum bara vita það að farfuglarnir eru fannir að koma með vorið. Já, þeir eru fannir að sína sig og það er náttúrulega rosalega flott. Það er aðeinslegt. Og spáir líka bara virkilega flottu veðri næstu daga, bara hlýju veðri og léttskýðu veðri. Bara frábært, alveg bara fram yfir helgi. Gleðjumst yfir þessu. Já, því má ekki neita. Nei, en svo náttúrulega megum við ekki glemma því að það er ennþá bara mars og páskarnir eru eftir að koma og... Já, þeir eru nú bara eftir nokkra daga. Já, það er þetta alveg rétt. Og sumardagurinn fyrsti núna í apríl, eða ekki? Já, og voru jafndægur bara framöndan. Hvað er þetta, maður? Þetta er allt að gera. Það er bara veisla framöndan. Það er bara alveg ótrúlega hvað gerist mikið á stuttum tíma, sko. Það er bara þegar þessi þarna uppi er búin að ákveða það er komið vor, þá bara gerist allt. Já. Maður fann það ekki maður fór út og það var svona maður er svona leið allt öðruvísi svona í... Já. Nei, þú viskar ég á við. Já, bara betur en vannulega. Já, það er bara þannig. Það er núna 20 sem voru jafndægir. Já, það er gott að heyra. Svo sé haldið til haga. Skráið það niður hérna hjá mér, en ég muni það. Frábært. Við viljum aðeins að minna á hérna páska eggjaskákmót og páska bingo. Það er sikkur afbröðin. Já. Það er páska eggjaskákmóti verður núna laugardaginn 19. mars í Fjósaveri. Ok. Og það er bara fullt liði sem getur keppt. Það er 10 ára og yngri, 11 til 15 ára og 16 ára eldri. Og þar með taldi fullorðin. Já. Þannig að okkur sem ekkert kunnum er gefið sér svo að sjá hvað við getum. Já, frábært. Ætlar þú að taka þátt? Ekki er ég nú komið svo langt í hugsanahættinum, en það er aldrei að vita hvað gerist. Já. Þetta er alltaf jafn spennandi og skák er náttúrulega svo göfu íþrótt. Já. Eins og allir vita, enda sér það að fólk svona hópast í Reykjavíkur og Reykjavíkur skákmöndi sem er í gangi núna alveg bara alls þar á heiminu. Þeir verða bara að velja úr, sko. Það eru svo margir sem vilja koma. Já. Get ekki því á móti öllum. Það er frábært. Þetta er náttúrulega mjög eflandi íþrótt og allir, mér finnst bara persónulega allir ættu einhvern tímann að prófa skák. Nákvæmlega. Þetta er náttúrulega flott fyrir hugan. Þjálfar hugan vel. Algjörlega. Ég hveti til þess að taka þáttræki. Þú geti fengið lítið páskaegg í þátttökuverðlaun. Aldrei að vita. Svo er það náttúrulega þriðjudaginn 22. mars sem verður páska bingo sem þjótandi er með. Já. Það verður í Þingborg. Þannig að það er allt að gerast. Og það er svona gott til þess að þjálfa athyglinna? Nákvæmlega. Fylgjast með. Nákvæmlega, fylgjast með tölum. Já. Og svo náttúrulega erum við líka ferðir sem allir er að bíða eftir sem er mjög spennandi og það er skíðaferðin sem verður farin á föstudaginn. Já, hvert verður farið? Það verður farið í Bláfjöll. Já, glæsilegt. Er ennþá, ég spyr nú bara, er ennþá snjór þar eða? Það lítur að vera. Það er ekki búið að blása ferðin af, þannig að... Nei. Það er gott. Ég myndi segja, ég hef aldrei farið á skíða en ég hef farið á Tunnufjallið. Já. Ég var til að sjá þig á skíðum, var ekki? Ég held ég var ekki góður á því. Nei. Þú væri kannski líklega... En það er aldrei að vita. Þú væri kannski líklega til þess að slassa þig, eða aðra? Já, það gæti verið eitthvað svolítið. Já. Þannig að það er nóg framöndan hérna hjá ykkur.
alveg bara helling, sko, það er fullt atburðum og svo náttúrulega er hérna eitt stór atburður sem verður núna að vísu ekki fyrir í apríl, en það er að gera aðeins að segja frá hann og það er Flóahlaupið. Já, Flóahlaupið, mikla. Já, það er svona eiginlega, sko, sumir segja að þetta sé svona startið á hérna langhlaupunum á Íslandi. Jú, já. Akkurat. Þá byrjaði í Flóanum, sko. Og hvernig fer þetta, hvað eru langar leiðir sem eru hlaupnar hérna, veistu það eða? Það er hlaupið bara alveg frá 30 km upp í 10 km. Já. Þetta er í sko 38. sinn sem hlaupið er haldið. Og þú hefur tekið þátt hvað oft? Ég er búin að fara nokkru sinnum. Já. Einu sinni var alveg hérna svakalegt veður og ég bara hélt ég myndi ekki hafa það af. En þú náður því? Kallinn náði þessu. Það sjálfsögðu. Já, og þetta er náttúrulega sko rosalega flott hlaup, sko. Já. Þetta er haldið núna í apríl? Þetta er í apríl. Og er þetta ekki líka bara startið? Það er fullt að gera, sko. Er þetta ekki líka bara startið á vorinu? Jú. Flóahlaupið? Jú, og svo náttúrulega verðum við líka minnast aðeins á páskamessurnar og það allt saman. Það er Hraungerðiskirkja á páskadag og svo verður Gaulverjabæjarkirkja líka á páskadag. Það er víst eftir hátíði. Og svo verður líka Víðingholtskirkju, þannig að það er í öllum kirkjónu hérna þessum þremur sem að eitthvað er að gerast. Já, nákvæmlega, þetta er skemmtilegt. Þetta er frábært. Þetta er frábært, flóahreppi.is og svo náttúrulega bara ávitan. Já, ávitan og við minnum á að það er ennþá að koma efni í símaskrána. Já, frábært. Það er allt í gangi. Hún heldur áfram að taka á sig mynd. Já. Frábært, eitthvað lokur ekki? Nei, ekkert nema bara spila eitthvað svona sumarlag eins og hérna það er komið sumar, áttu það ekki? Ég læt það ekki flakka fyrir það að komið sumar. Nei, það má alveg svona gleðja mann, sko. Það hlakkar til. Já, ég skal þarna... Það er fyrir hérna konu sem heitir Cecilia Sumar, við spilum það fyrir hana. Já, ég skal þarna reyna að græja þetta. Frábært. Takk fyrir þetta, Raggi. Sömuleiðis, takk. Takk.